Við erum að fara að flytja fyrir það. Við erum að flytja 1. september. Já, og við erum að springa í henni. Já. Ég sýna hérna, þú veist, sýnum bara hvað... Nei! Jú, sjáðu. Nei! Sérðu það? Þetta er ekki að taka mig jafn óþægilega um Sindri. Við þurfum ekki að fara ennþá dýbra en Sindri, skilur. Sjáðu. Þegar ég var að sýna þetta. Þetta er bara raunveruleikinn, skilur. Ha? Ég var bara svona hellast yfir núna, vá. Ég fæði svona verk í það. Æ, Patrik. Ha? Ég nenni svo jafn lítið og þú. Já. Við skulum ekki gleyma því. Nei, ég er sammála, ég nenni svo ekki neitt. Allt þetta. Allir svo skó. Já. Og sko, it keeps going. Þú þarft svona eiginlega að ríða á vaðið og byrja þetta, sko. Af því ég veit ekki alveg, ætlaðu að fara niður í geimflug. Já. Þetta er svona the ghetto. Af hverju? Ég sýni ekki frá þessu á Instagraminu mínu. Alltaf að taka þessa. Þessi er alltaf að fara yfir. Já. Vá, hvað þetta er leðilegt maður. Ég meina, vá, sko. Hvað getum við byrjað að pakka upp í sem við erum ekki að nota? Bara veit það ekki, sko. Nei, þú getur ekki verið svona þegar við erum að flytja. Ég nenni því ekki. Hvað meinar? Ég veit það bara ekki, ég veit ekki svarið. Hugsaðu? En að byrja að henda bara einhverju, skilur við. Nei, ég nenni ekki að byrja að henda. Af hverju ekki? Það er ekki alltaf lausnin að henda. Jú, það er fullt sem þarf að henda. Eins og... Ég bara veit allt þetta hérna sem er í eins skúfið minna. Nei. Áhrifaríkar frásagnir Íslendinga sem varpa ljósi á stöðu kynjanna árið 2017. Þessi bók var mér gefin af Ragnhildi Steinunni eftir að ég lét einhver orð falla í einhver podcasti. Hvað sagði ég? Ég man ekki sem hvað ég sagði. Ég ætla ekki að fara að rifja það upp. Ég man alltaf ekki hvað ég sagði. Það kom alltaf ekki vel út það sem ég sagði. Þá fekk ég þessa bók að gjöf. Og ertu búinn að lesa hana? Ég les hana seinna. Hvað er þú með póka? Nei. Hvað er það? Það er ástarjátningar. Já, ég veit ekki hvort þú vilt deila þessu. Það er gömul ástarbréfin eða eitthvað. Já, mér finnst það. Varstu þannig týpa? Skrifa ástarbréf? Nei. Kannski skeit maður eitthvað aðeins á sig og var hann að bjarga sér rassinum eða eitthvað. Nú skrifa þér í bók. Já, þess maður ert að skissa þetta upp. Fyrst... Þú skeist mér alveg svolítið oft upp. Ég skil ekki okkur svona mörg ástarbréfina. Þetta er ekki alveg, ég veit ekki, þetta er eitt samband eða? Já, ég held það. Ég er ekki bara að eiga ástarbréf til fyrirværandi í mínu heimili, þú getur gleymt því, sko. Já, þessu er hent. Já, ég skil, ég er bara ein í þessu þá. Ég veit ekki. Ha? Ég veit ekki alveg hvað. Ég er að reyna að finna dót til að pakka. Ég fæ bara svona, þetta er leðilegt að ég fæ bara svona... Oh my god, mér finnst það jafnvel leiðilegt og þér. Já, en ég veit bara... Sökkir upp. Það bara slöknar gjörsamlega á mér, sko. Ég er ekki hægt að call the guy. Svo ég þarf að fá eitthvað til að gera þetta bara fyrir mann. Nei, þú hefur bara gott að gera eitthvað sjálfur. Er þetta eitthvað betur geymt á einhvern kassa heldur en inn í skúffunum, eða? Nei, Patrik, þá er þetta bara ready to go þegar við flytjum. Ég finnst þetta ekki alveg make a sense, sko. Nei, ok, segjum að það er komin bara 1. sept. Ég er að fara út, kemur heim 30. Ég er að fara til Akureyrar núna í vikunni. Og ætlar bara á fyrsta bara allt í einu að græja allt. Ha? Nei, ég veit það ekki, ég var ekki búin að hugsa út í það, sko. Nei, nákvæmlega. Hvað er þetta tjá þig? Nei, þetta er bara svona, þetta var svo overwhelming. Ég bara nenni þess ekki neitt. Þú er svo dramatískur. Þú ert ekki eins og að gera neitt. Ég bara fæ mig ekki til að hjálpa þér, sko. Ég bara nenni ekki. Nei. Þú ert geggjaður partner maður. Þú er alveg bara að fara til búið og kaupa bóka. Já, ég er samanlega til í það. Ég skal bara kaupa á. Hvað er bíllinn hennar? Það er ekki ekki það. Já, hérna. Þeir eru hér. Ok, bye. Bye. Erum við að fara bara beint
út í búð. Það er ég að fara að slugsa aðeins. Fara eitthvað smá bíltúr. Þau eru bara að sofna. Það er bara að geispa bara. Er þetta eitthvað stóruruna? Er þetta ekki bara nóg eða? Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Er ekki opið? Þetta var meira bara svona fyrir að tefja. Að tefja. Ég bara fatt í hvert óskutum það fór. Ertu ekki búin að þessu? Nei. Ok. Það þarf ekki að reyna að þykjast vera típa sem hjálpar konunni sinni. Nei. Þannig að allt sem þú ert búin að segja online konur er bara rétt. Það er að sýna fólkinu það. Hvað meinar það? Það er í öskubuska. Ekki, ég fór að ná í plastpoka. Nú bíð ég eftir að Friðþór er búinn að taka til og tæma íbúðina. Hvað, engin Friðþór að sjá, jú, þú veist, og að mála mig upp sem einhvern skítæl sem nennir aldrei að vinna og gerir ekki neitt. Það má bara sjá um þetta sjálfur. Hvað er Friðþóra? Er hún bara einhver jumpfer? Hún er bara einhver gæðilegur ferð. Ég er þetta með góða menn með mér sem er að doing all the heavy lifting svolítið. Þú veist að það er að koma þrífinguna en á morgun. Já, maður þarf samt ekki að hafa bara... Já, þú veist, ég er búinn að borga fyrir þjónustuna, það er ekkert eitthvað, þetta er ekki eitthvað, hún er ekki að tímakaupi, Er sko. þetta eitthvað sem þau eiga? 90 ára? Sjá þess að kappa hérna. Allir að vinna. Allir að vinna. Allir að vinna nema ég. Þetta er galið að við séum vinnandi og þú ert bara eitthvað að vinna. Ég er á kamerun, er það ekki vinna? Þú ert að flytja. Við erum ekki að flytja neitt. Já, ég er með fólki í þessu. Herðu, ekki missa hérna á gólfi, strákar. Það er þessi... Aðeins mikið, svona svolítið. Við erum búin að fara helminginn á fötunum, sko. Það er fullir sendibíta fötum. Ha? Það er fullir sendibíta fötum. Við erum mættir í 290 fermetra villuna Prairie. Og það var að kaupa hana. Eðlilega. Hvað sagði þú? Hvað sagði hann? Það skiptir ekki máli. 90? Það var einu skilið sem ég setti í kaupsamningin. Pottinn þarf að vera heitur því ég tek úr. Svo verður ekki sánan hér. Svo er þetta, mér setti þetta skemmtilegt, sko. Þetta er það sem við kjósum að kalla drottningasvalir. Við getum að tekið hennan. Getum við ekki hafa þetta eitthvað stað? Þessu verður rætt bara strax. Og svona. Ég hélt að þegar ég myndi flytja þá væri svona einhver svona þungur byrgi af mig létt. Svona að núna veit fólk ekki hver ég á heima. En áður en ég flytt er búið að sitja einhvern veginn. Það bara réttinnar hvar ég bý. Það er basic og kerfi og þjóðarkerfi.